Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni. Klukkan 8, þá var það sagði fréttir hjá mér Marja Lilja og Björn Þorláks. Við ætlum að byrjum bara ekki í Noregi. Þetta af frétt af norska ríkissjónvarpinu. Tollasjokkur frá Evrópusambandinu, segja þeir. Og þarna löng fréttaskýring áhrifin sem þetta hefur á Noreg, sem að ég valdi nú að byrja í Noregi vegna þess að það náttúrulega miklu fleiri járnblendi verksmiðjur og ég held að sé eitthvað 40% af innflutningi Noregs á járnblendi frá Noregi. Við vigtum þar varla, þannig að við fljótum eiginlega með Noregi, það sem verið að höggva þá frá út af svona meintu undirboði á verði. Þeir eru að reyna að verja verð sitt. Þetta tillaga sem var lögð fram af Póllandi, Frakklandi og Slóvakíu með stuðningi Spánar og þeir eru að verja sitt járnblendi þar. Og ég held að við höfum að horfa á það svolítið að við fljótum með Noregi þarna í þessu. Við svolítið svona hlusta á umræðunar í þingi eins og það væri svona sér íslenskt mál. Ég held að ef einhverju töpuðu málinu að það voru Norðmenn sem töpuðu því og þannig talaði Norðmennum það. Að þeir hafi tapað diplomatíunni, þeir talaði að þeir hafi reynt allt en tapað. Já. Þetta búið að vera mjög áhugavert að fylgjast með viðbröðunum í kjölfar þessara niðurstöðu sem var kynnt klukkan 11 í morgun að við myndum ekki, sem sagt, að við sætum þarna í súpunni, hvað þetta var þar. Af því að þú segist hafa fylgst með fréttum í Noregi, er verið að blanda þessu máli mikið sama við Evrópusambandsaðild? Já, ég hef sagt að einhver sagði, nú fáum við neyið, hvenær var það fyrir 26 ára, hvenær kuðsur áttu síðast? Ég hef gert það tvisvar. Já, langt síðan. Já. Núna fáum við neyið, og það er sömuleitt verið að meta þannig að þetta er munurinn á því að vera inni eða ekki, eða bara í gættinni. Já, og veikleiki stjórnarandstöðu sem búin að hamast mikið í þessu er eiginlega sá að við vitum öll þetta kvöldið að ef við erum án þessa frábæra viðskiptasamning sem EES-samningurinn þá erum við í vondum málum. Já, ég svona sérstaklega kannski í svona breyttri heimsmynd, þá er þetta að draga upp þá mynd. Ef EES-samningurinn raknar upp vegna áhugaleysis Evrópusambandsins á miðaldunum. Næst geta verið fiskur, það geta einhverjir. En maður hlustar með athygli á utanríkisráðherra þegar hún segir að heimurinn sé að polariserast. Ætlum við að vera bara eyland, ætlum við að einangra okkur. Bandaríkin eru náttúrulega á þeirri braut sem að þau eru og sko, ég veit ekki, mín tilfinning er svo að við höfum færst nær ESB í bara undir kvöld í dag. Þótt margir voru mjög langt frá þeim kl. 11 og svo hægt að býta til sildu við aðeim. Þótt margir hafi haft hátt sko. Já, meðan annars Þorkell Katri, næstu frétt að hún ætlar ekki að undirrita öryggis- og varnarsamning við ESB. Já. Með þetta skemmtileg frétt af því að í varnarmálum hafa Íslendingar alltaf verið með svona hótanir. Þeir voru oft með hótanir gagnvart könunum að þeir fengju hitt og þetta, þeir vildu fá peninga og litu múta sér sko. Þeir fengu Marshall-aðstofuna og ýmislegt út á sko sérstakar stöðu Íslands. Og ég sé ekki betur en að Þorgerður Katrín sé að spila svolítið þennan leik, því ég held að svona út frá öryggissjónarmiðum þá þessi meiri ávinningu fyrir Evrópu að vera með einhver tengsl við Ísland heldur en að Ísland fyrir að hafa Evrópu, því að belgíski herinn kemur ekki að berga okkur sko. Þetta svolítið þvert á það sem að hefur verið talað bara það sé svona yfirvofandi ógn og ég meina að sé það satt þá er þetta ekkert eitthvað sniðugt útspil að draga þetta tilbaka en nema að það með ég bara lesa þessu það sé ekkert að marka. Það er góða punktur, þetta vekur margs konar hugrenningatengsl og sko að gera þetta svona í fílu og strax, já, kannski er þetta póker, kannski er hún með ás í erminni með því en það eru margir svona sem hafa verið að vega og meta einmitt eins og þú ert að koma inn á hagsmuni Íslands gagnvart ESB. Þú ert þeirra skoðanar að þessi samningar skipti ESB meira máli heldur en eða þessi vilja yfirlýsing. Ég held að Ísland er á skilgreindu öryggissvæði Bandaríkjanna og það vita allir að ef einhver ræðst á okkur þá munu Bandaríkjamenn koma. Evrópa er að reyna að búa til svona sjálfstæðastöðu í varnarmálum og það væri snjallara fyrir þá að hafa Ísland með. Ég held að það skiptir svolítið miklu máli. En þetta er náttúrulega bara
sem að sagt, kannski horfið Þorgerður á það að við erum í varnarbandalaginu með ykkur vegna þess að við erum með sameiginlega hagsmuni og við stöndum saman en núna stöndum við ekki saman og þá þetta kannski vísbendingum að það á reynir að þá ekki þetta stóla á belgíska herinn eða ég veit ekki alveg hvernig hún hefur séð fyrir sér því ekkert að þessu löndu getur eiginlega varið sjálfsig sko, þannig að það eiginlega frálegt að halda að það getur varið Ísland. Hersamningur við ESB kallar Hallur Hallsson þessa yfirlýsingu þetta ekki samningur þetta er svona þetta er yfirlýsing. Það bæði við þessu alls konar lönd sko, Þorgerður Katrín múið að skrifa undir ég veit ekki hvað margar svona yfirlýsingar. Já, einmitt. Þessir fínu herrar í Evrópu með ekki hitta það var svo skrifandi varnarsamning. Nei. Herðu, en það er ein frétt frá sem þetta skiptir máli. Það er Elkem sem var eins og norskt fyrirtæki en núna eigu kínverska ríkisins og þar með stjórnað kínverska kommunistaflokkum. Samkvæmt þessum sem var lagt á hann kl. 11 í morgun þá það 75% af því sem þetta fyrirtæki hefur flutt til Evrópu og getur gert það tollalaust. Það leggst tollur á þessu 25% og mér minnir að ég hef heyrt hana, hún heitir Álfheiður Ágústsdóttir. Hún segir að kínverska eignarhaldið hafi ekki skipt máli í þessu. Nei. Og ég held að það sé rétt í hann sko, því að eins og ég var að segja áðan, ég held að það snúist bara þessa miklu framleiðslu Noregs. Já, ef við erum bara 1-10% haus í þessum yngi þá finnst mér það líklegt. Og mér minnir að hún hafði ekkert sagt að vera 40% sem færi til Evrópusambandsins og þar alveg leggst tollur á 10% af framleiðslunni. Já. Og þar með held ég að sé svona með í huga hvernig var talað í dag. Það er ekki út af mikilvægi þessara ákvörðuna einar og sér. Heldur það að það kemur í ljós og það er ekkert hald í eða samningnum. Þetta er pólitískur ofsi og þetta er líka, það er haldið í Evrópu í EES-samningnum en það er líka sko þessi sviðsmynd að reyna að stoppa af allar tilskipanir núna, hvað verður nú er ljóst að bókun 35 er bara rugl og eitthvað. Kannski vel að koma því ekki þingin, það held ég verið ljóta af flugvæðarsýningin. Þetta er rosalega barnalegt, þið fyrirgefið að ég kalla það bara, þetta eru barnaleg viðbrögð. Já, samlega. Og það er mjög áhugavert sko. Það er bara nýji stílinn, þetta er Trump-stílinn, hann fór í fílu þarna þegar það var einhver auglýsing með Ronald Reagan að tala gegn tollum og hann sett hann auka 10% toll á þetta er kannski tískan bara. Svo með eina áleitna spurningu að því það er sagt að Íslensk stjórnvöld hafi drullað á sig í hagsmunagæslunni þessa 11 mánuði sem hefur verið unnið að einhverju lausn. Nú ætla ég að skipta um stjórnvöld og Beggi í Miðflokknum og Sigmundur Davíð og Guðrún Hafsteinsdóttir. Og ég elskar þar. Og ég elskar það. Þau ætlaðu að gæta okkar hagsmuna í þessu máli. Sæðu fyrir ykkur betri útkomu? Guðrún Hafsteins var mikið í þinginu í dag. Og hún segir þarna ESB hefur nú sýnt klærnar og sitt rétta andlit. Já. Ég veit ekki hvað merkir þetta? Að ESB sé andstæðingur okkar? Þetta klassiska líkingamál að sko moggin er náttúrulega bara framleiddur núna dag eftir dag til þess að draga upp einhverja rosa grílur, ESB grílur sko. Stærsta erindi moggans núna er ekki að skrifa sjávarútveg heldur að halda okkur frá ESB og mér finnst þetta bara að vera hluti af því. Já, moggin hafði eftir Sigmundur Davíð, það var harðorður og kallaði ESB hnignunarbandalag. Já, það má nú kannski sjá einhverja bara fyrirgefið að ég segi það upp á einhverja hnignun í þessari myndir. Hann er svolítið þrútinn kallinn þetta. Ekki hans kannski vera besta mynd. Moggin hefur hún geta gert vel við hann og fundið þína aðeins skári. En í sjálfum sér er hann ekki sá eini sem heldur í fram með ESB sem hnignunarbandalag. Það hefur verið að tala um hnignun innan ESB. Það er stöðnun í efnahagslífi í allri Evrópu. Það eru menn innan úr ESB verið að tala um að þarna vanti nýsköpun og það vanti Evrópa þurfi bara að breyta um kúrs. Og svo á sama tíma þurfa nauðsynlega að breyta um kúrs til þess að endurvekja efnahagslífið. Þá hafa þetta ekki ákvörðun að verja fúlgum fjár í hernaðaruppbyggingu þannig að Evrópa er sumuleyti í stórkostlegu vandræðum. Þannig ef þetta leiðir til þess að við sogumst þar inn, þá er það ekkert endilega víst að það sé besti staður til að vera á. Hreint ekki. Það getur hins vegar verið að það sé óbærilegt að vera fyrir utan einhverja svona blokkir. Það er nefnilega málið og mér finnst að sú sviðsmynd við sem nær einhverju svona bara köldum klaka eftir að þau í rauninni þarna í Evrópusambandinu gefa okkur nett fingurinn sko
í þessu máli, að það var eitthvað sem að kannski, þetta svona raunveruleika sjokk, sko. Þeir töluðu sjokk í norsku fyrirsögninni, tollarsjokk, en þetta líka svolítið raunveruleika sjokk. Ég talaði hverjir hefðu sem sagt lagt fram tillöguna, og Pólland, Slóvakía og Frakkland með stuðningi Spánar. En það voru, Danir sátu hjá, en það munist vera einhver hefð fyrir því að þeir eru í forsæti. Já. En ég trúi nú illu upp á þá. En þeir sem var greiddu atkvæði á móti voru vinir okkar, Svíar og Finnar, og svo Íslandslandin. Og eitt landi viðbútt, Ungverjaland. Orbán, nú þurfa Íslendingi, nú getur verið að kalla hann Íslandsvinurinn Orbán. Íslandsvinurinn Orbán. Þetta er aldrei snúningur. Herðu, en hérna Kristóf Frostadóttir eftir hennan hamagangi þingið, það fannst mér hún eiginlega koma með svona, þetta er stundum talað að tala eins og adult in the room, allir búin að vera að háa síðan og æsa sig, kemur einhver og segir bara svona, og mér fannst þetta gott hjá henni, sko, því að það verður bara að horfast í, þetta er ekki efnahagslegt áfall í sjálfu sér. Þetta getur verið, eins og ég er að segja, þetta getur verið að þýtt að það sé ekki haldi í samningnum, og þá verður við náttúrulega að fara að fá einhvern veginn úr því skorið, hvort það sé, og bregðast við því, en svona atburður dagsins finnst mér ekki að vera tilefni til þessa. Nei, ég sammála þessu, hún talaði bara lágstæmt, þykir hallæðislega að segja það af því að maður á alltaf að vera á móti öllu sem blaðamaður, en hún talaði bara eins og leiðtogi og það var svolítið munur á henni og æsingnum í Þorgerði Katrínu, það verður bara að segja þess að en kannski er það taktík í formanni Viðreisnar, ég veit það ekki. Það verður allir búin að æsa sig, þá er alltaf í boði að vera þessi, svona adult rúm, tala svona, börnin mín, við svona aðeins að skoða hvað þetta mál snýst. Og mér veist hún bara að grípa þetta ekki fyrir. Já, mjög vel. Herðu, það var í morgun að það var frétt þetta mál og það var Þorgerður Katrín sem að þú segir að það hafi verið æst. Þau voru að kvarta yfir því á þinginu, hún var kölluð fyrir utanríkismálanefnd í gær og þau voru að kvarta yfir því hún hefði verið alveg ótrúlega fúl á fundinum og fundist þeirra svona að vera íta á sig. Að sumiliti hefur gagnrýni eins og það hefur heyrt eða undanfarna vikur og mánuði verið það að þau var ekki nógu góð í hagsmunagæslunni og að sumiliti hefur kannski allt í lagi að Þorgerður sé fúl yfir því, sko, því að ég held að sé ósakett, sko. Það sýnist mér til þess á norsku pressunni að þeir gerðu allt sem þau gátu og höfðu miklu meiri vikt heldur við, þannig að við hefum getað fengið einhverjum sér díl öðruvísi en Noregur, ég held að sé bara óraunsætt. Já, það er þannig að það er umlega mál sem er ekki í okkar hendi, sko. Ég held að sé þannig, en svo sem við á alltaf að finna einhverja lausn. Er þetta ekki bara sjokk yfir að litla krútlega Ísland fekk ekki einhverja silki meðferð líka? Við erum svolítið vöðum því. Já. En kannski er það sá tími liðin, það er sá tími liðin að við fáum þessu free-riders eins og sagt er í NATO, þá að taka okkur peninga. Af því að heimurinn hefur breyst, þá kann sá tíma vera liðin. Já, kannski. Herðu, mér finnst eina Múlakot, þetta það ekki, Múlaborg. Mér finnst það ömurlegt að frétt dagsins. Já. Ég veit ekki hvað þetta mál ætlar að enda heila. Þetta er nú bara frétt það að foreldrarnir voru boðar að fund vegna umfjöllunar í Kveiks, það sem að kemur fram í kvöld hvað málið er miklu alvarlegra, tengist fleiri börnum, brotin eru alvarlegri, það er búið að vera að vita þetta lengur, þannig ég bara veit ekki hversu ömurlegt þetta mál getur eiginlega orðið. Nei, ég er alveg sammála og viðbröðin einhvern veginn og veik. Allan tíð. Já. Er að koma núna í ljós, sko. Já. Og það hlýtur að vera algjör trúnaðarbrestur þarna og bara þetta er skelfilegt. Já, ég bara get ekki ímynda mér neitt verra, held ég, sem foreldri. Og sérstaklega, sko, vegna þess að það hafa komið upp þessar tilkynningar þarna áður sama starfsmann og það var ekki hlustað á þá foreldra. Þeim málum hefur verið lokað og svo að einhvern veginn geta ekki komið í veg fyrir það að þetta endurteki sig. Það er bara alveg ber vott eitthvað mjög brotið og umlegt kerfi. Já. Við kvörtum stundum undan því að sko sá tími er liðinn þegar blaðamenn fengu fréttir og voru í aðstöðu til þess að skrifa fréttir og bara sauma að veruleikanum og birtan. Af því að við erum að tala ég skil ekki, akkur var eitthvað sagt upp að þetta er bara eitt tilfelli, við munum það, okkur var sagt það. Já,
Það er bara eitt tilfelli, Já. ekkert sérstaklega alvarlegt. Nei. Hver er að þessu sem er að dæla þessum upplýsingum út í samfélagið? Þetta sé ekki mikið mál. Akkurat hluti vandans held ég að við erum öll komin í einhverja PR-mennsku eða orðin vön einhverju PR-mennsku þar sem er bara eitthvað fólk í stað þess að blaðamenn sjálfur hafi aðgengi að heimildum og fólk geti talað, þá er komin einhver milliliður og þetta mál er bara allt öðruvísi vaxið heldur en er búið að segja okkur að hafa verið. Og fóreldrum var verið að segja svona, já, nei, þetta er ekki, þú þarf ekki að ágjöra þínu barni. Svo kemur allir í ljós og þetta eru allavega 10 tilfelli og þetta er alveg tilfellingur. Leikskólastjórinn, hún er komin í veikindaleyfi. Með streitu og skiljanlegt. Ég heyrði reynda leiðréttingu á þessu í lok fréttatíma sem kvöldu að deildarstjórinn, það er ekki leikskólastjórinn. Það er eins og það hlýtur að vera, þetta er náttúrulega svakalegt fyrir börnin náttúrulega og fóreldrana, en þetta er líka fyrir starfsfólki og alla sem að koma á þessum máli, sko. Þetta er algjör hryllingur. Herðu, það er hérna einn frétt frá Sönn, ég sækir nú ekki oft fréttir í Sönn, en þetta svona, þeir eru hérna með varindra á hérna, eitthvað þetta Web Mayhem eitthvað staðar. Það lokuðust hérna alls konar hvað heitir þetta? Netsíður? Já. Truflaði það ykkur? Já, það truflaði mig svolítið. Ég ætlaði að fylgjast með Alþingi og hérna, býtu, hvað er í gangi þarna? Og svo ætlaði að fara á RÚV, aðtöðu hvort það væri hérna einhver skýring á RÚV og nei, býtu, ekkert RÚV. Nei, og það var sama með arabísku miðlana. Það var ekkert inn á, það var ekki hægt að komast á þá og lengi vel fram eftir degi. Já. Og það var strax byrjað að tala um að þetta væri rússnesk árás. En svo kom í ljós að þetta var svipað og síðasta svona alvarlega tilfelli, það var einhver að bara að uppfæra einhverju forrit og gera það ekki betur en þetta. Já, 3 klukkstundar hlé, en það er nú pínu fyndnir hérna. Það er með frétt frá heimildinni sem er að hérna, netöryggissveitirnar sem er alltaf í fréttunum, það geta ekki eftir, alltaf að segja okkur hvað við höfum að gera. Þú veist, ég nenni ekki að hlusta á það, sko. Þetta er bara svona tannlæknir sem er með tannbínu, sko. Þetta er trist á honum. Þetta er frábær netöryggissveit. Sem er bara fyrst til þess að falla að það verður einhver bílur. Þetta er gott að það er alltaf svo rosalega eitthvað hvað við sem mittlausir það var síðast held ég heyrði í þeim að það væri einhverju sem hefur verið með sama lykilorði í 8 ár, hvað er fólk að hugsa alveg mér er gott á það. Herðu, öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, hún samþykkti tillögu Trump, loksins samþykkti öryggisráð eitthvað, en þetta er ekki góð tillaga. Nei, já, þau sem sagt komu saman seint í gærkvöldi, við svona byrjuðum aðeins að tala um þetta hérna í gær, en það var ekki komin einn niðurstaða. Þessi tillaga sem samþykkt var, hún felur það í sér að það verða erlendu yfirvaldi eða hérna verða falin stjórn yfir Gaza-svæðinu og hérna, bara stórveldunum í rauninni og þetta gæti haft þungar afleiðingar í för með sér fyrir sjálfstæðisbaráttu Palestínu og svona tefur alla svona eðlilega samfélagslega framþróun á Gaza-svæðinu. Það var ekkert land sem að í rauninni setti sig á móti þessari tillögu en Kína og Rússland sátu þó hjá við atkvæðagreiðsluna. En hérna fulltrúi Rússa, hann var nú samt harðorður, hann var nú samt fremur harðorður og sagðist ekki geta stutt þetta. Þetta væri ekki samræmi við hinn 2 ríkja ramma sem samþykktur var í New York yfirlýsingunni og það skorti tímalínu hvenar aðskilnaður Gaza frá svo þessum yfir valdi myndi fara fram og talaði líka um það að skilja Gaza frá Vesturbakkanum með þessum hætti væri í rauninni verið að festa í þessi eitthvað svona mjög hættulegt fordæmi. En er ekki mjög slæm tillaga? Þetta er eiginlega gerir ráð fyrir löndi sem voru að samþykkja eða viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Hvernig geta þau samþykkt þessi tillögu? Hún er eiginlega að Palestína sé ekki sjálfstætt ríki. Hugsalega kannski eftir ef að skíða myndi sem við erum að skoða það.
Akkurat, og Craig Mokhiber sem alþjóðlegur mannréttindalögfræðingur, hann fór á samskiptamiðilinn X, hann fyrir mannréttindafulltrúi Sameinuðu þjóðanna og sagði af sér fyrir 3 árum síðan þegar í mótmælaskyni vegna aðgerðarleysis Sameinuðu þjóðanna að honum fannst í garð Palestínufólks. Og hann gagnrýndi þetta harðorður þarna og kallar þetta nýlendubrot og svik af hálfu Sameinuðu þjóðanna og lýsir gerðinum 17. nóvember 2025 sem smánarblett í mannkynssögunni og hann en bætir þó við að barátta Palestínumanna að hún hvergi nærri hætt þrátt fyrir að stuðningur stórveldana sé eitthvað af skornum skammti. En við sögðum líka frá því í gær að Hamas lögðust alfarið gegn þessari tillögu þegar hún var borin upp þarna fyrst og nú hafa andspyrnuhreyfingarnar á Gaza sent frá sér tilkynningu líka, allar saman og þeir tala að þessi áætlun sé í raun vilja yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna að hjálpa innrásarhernum að ná markmiðum sínum og þetta þetta það búið að svipta þannig að Palestínu sjálfsákvörðunarrétti sínum og hömlur eru settar á stofnun palestínsks ríkis með Jerúsalem sem höfuðborg, þannig að hægt að sjá þá biðja við þetta tilefni þegar þeir flytja svo þessa sín viðbrögð. En Netanyahu, hann stendur þarna eins og þið sjáum mjög dapur af því að hann hefur verið gagnrýndur harðlega af sínum eigin flokki Líkúd. En flokksystkínum hans finnst að með þessari áætlun sem að hann studdi heilshugar með vini sínum Trump og lagði í rauninni fram með túlka að á einhverjum tímapunkti þegar að þessum ytri áhrifum sleppir af Gaza þá myndist einhvers konar gluggi fyrir sjálfstæði Palestínu og þetta vilja þeir náttúrulega alls ekki. Þetta eru varla gluggi, þetta eitthvað rifa langt niður í dýpsta kjallara. Já, það með því og undir því yfirskinni þá að einmitt að það verði til einhvern tímann þeir muni sleppa tökunum af þessu svæði sem þeir eiga ekki eftir að gera. Það er bara að þeir hafa engan áhuga og hafa aldrei haft að þessari tveggjaríkjalaust svokallari. Nei, þeir hafa verið bara mjög skýrir með það fyrirgefið. En verður erfiðara fyrir Ísraelsmenn að halda áfram að drepa konur og börn þegar þessi alþjóðlega umsjá orðin að veruleika? Nei, og það talað það í þessari tillögu að þeir halda áhrifasvæðum sínum, sem núverandi áhrifasvæðum og þeir eru nú farnir að færa sig alls langt inn á Gaza. Þannig að þeir, eins og segi, þá, ég reikna ekki með því. En ísraelski varnarmálaráðherrann, Israel Katz, hann talaði að ríkisstjórnin, hún ætli að halda áfram að stækka landnemabyggðirnar á Vesturbakkanum, en Netanyahu, hann talar það að svona aukið ofbeldi á Vesturbakkanum og tilraunir þessa öfgahópa eða öfgalandnema að taka laun í sínar hendur séu ekki honum að skapi. En þetta náttúrulega allt tilkomið vegna þess að samkomulag sem hann svo gerir við Trump þarna fyrir fyrir nokkru síðan. En svo það logar allt á Vesturbakkanum og við sjáum kannski myndband af brennandi bifreiðum í Betlehem. Þetta við heimili Palestínufólks í Betlehem, en þetta landtöku fólk, það hefur farið mikinn í þessari eyðileggingu og ofbeldi og þetta hefur verið og þetta stigmagnast, en þessi atburður, hann verður til þess að enda í rauninni í mjög stórum svona margliðuðum átökum á götum úti, þar sem að innrásarherinn, landtöku fólkið og heimafólkið barðist allt við hvort annað einhvern veginn og það voru landtökumennir sem allavega 2 þeirra sem að biðu bana þarna og á okkur gatnamótum. Það var svona mikið í fréttum ytra í dag. En Zohran Mamdani, nýkjörinn borgarstjóri New York, hann talaði við ABC í morgun og það að hann ætlaði að gefa út handtökuskipun á hendur Netanyahu
og við sjáum kannski stutt myndband en So ég I've byrðum said að taka time and endilega again eftir that I believe innfældu this is a city of international myndinni. law, and being a city of international law means looking to uphold international law, and that means upholding the warrants from the International Criminal Court, whether they're for Benjamin Netanyahu or Vladimir Putin. I think that that's critically important to showcase our values, and unlike Donald Trump, I'm someone who looks to exist within the confines of the laws that we have. So I will look to exhaust every legal possibility, not to create my own laws to do so. Þannig talar hann að hann ólíkt Trump, hann skýtur á Trump þarna og ég átti að sjá því að New York borg, hún eigi allt sitt undir alþjóðalögum og hann muni leggja sér fram við að fara eftir þeim. Þetta hefur náttúrulega enga merkingu nema vegna þess að Sameinuðu þjóðirnar í New York. Einmitt. Og þangað mögulega gæti Netanyahu átti erindi. Hann var bara í haust, ekki? Já, og hann verður sem sagt, þegar Dani tekur við, þá verður hann handtekinn. Feldamyndin var rétt hjá þér, þetta fráfarandi borgarstjóri, en hann núna í heimsókn í Ísrael. Þannig að þetta var svona á sama tíma á nýji borgarstjórin, var að segja þetta í sjónvarpinu. Þarna mæta stálinn stinn. Þetta ótrúlegt. En þetta, já, eins og segi, þetta er ótrúlegt að fylgjast með. Haaretz, ísraelski miðlinn, eru með afhjúpun á samtökunum Al-Might sem flytja palestínumenn frá Gaza til Evrópu. Ég talaði mikið Suður-Afríku? Jú, til Suður-Afríku og aðeir virðist mögulega til Evrópu þaðan. Ég er búin að liggja svolítið yfir þessu máli eins og ég sagði frá í gær og var með alls konar kenningar og svona uppgötanir, en Haaretz staðfestir í rauninni það að þetta svona undirstofnun innrásarhersins og þeir eru undir fórustu Ísraelsmanns með eistneskan ríkisborgararétt. Þessi samtök, þessi Al-Might og þannig mynd af síðunni þeirra. Hún var rosalega fín, en það voru svona AI-skilti út allt sem svona mjög auðgreinanleg. Þetta er allt plat. En platið lítur út eins og alvöru, það er vandið við platið. Akkurat, og þessi Haaretz segir frá því að það sem kemur í ljós eru leynileg skráningaform sem þau hafa í höndum. Þau eru arabísku og þeim hefur verið eitt af vefnum, en með einhverjum grókulega umfunduðu þetta og þarna eru svona upplýsingar hvernig að yfirgefa Gaza og afsala sig svona borgaralegum réttindum og það mjög afhjúpandi augljóslega bara afhjúpar tilgang þessara samtaka og þannig og við einmitt sýndum mynd af honum í gær þessum manni, þessum eistneska Ísraela. Já, það ein mynd af honum Já, en hún akkurat Tom Lind og hann hefur hvorki játað beint og alls ekki og reynd ekki neitað, en hann ætlar að gefa frá sér yfirlýsingu síðar, sagði hann við Haaretz og einnig við Al Jazeera í dag, en og hann svona skipulaði þetta að þeir virðist. Þetta er maður sem á ykkur svona skúffufyrirtæki víða og er eitthvað svona áhættu fjárfestir, en samkvæmt mínum heimildum allavega og þeim heimildum sem ég hef, þá hefur hann tengingu við ísraelsku leyniþjónustuna og ásamt viðskiptafélögum sínum. Þá skulum við fara frá Gaza út á Granda. Það voru 3 menn handteknir. Drengir, eða ekki ungi menn, hvað það kallað? Sumir eru á 20-aldri. Já. Þeir voru að mynda sig og sveifla vopnum, hann með hríðskotarriffil og skambissu og löggan fór heim til þeirra og þá kom í ljós að þetta voru leikvanga byssur. Nú það kallað eftirlíkingar. Já. Það heitir bara Dótabyssur. Samt verða þær ákærðir fyrir eitthvað brot. Já, ég get svarað, ég hlustaði á löggu tala um þetta og ég náði ekki. Ég það virkilega þannig að ég á dótabyssu og er úti með knalletur skjóta. Er það að kæra mig fyrir vopnalega brot? Já, þetta er einkennilegt. Það getur ekki verið. Það bara heldur ekki vatn. Stundum talað fréttavilja hjá fjölmiðlum
og mér fundist mjög mikill vilji hjá fjölmiðlum að lyfta þessu máli og reyna að segja okkur að alvara málsins sé einhver þegar maður einhvern veginn áttar sig ekki alveg á því sko. Þessi ógn við samfélagið. Já, og hvers vegna skildi það nú vera sko? Það því að mennirnir eru svona arabískir í útliti. Já, það er engin önnur gild ástæða fyrir því. Nei, það er ekki, þetta eru sko, og það sem er líka í þessu er að það er engin ógn við samfélaginu, þetta eru TikTok-myndbönd. Fólk gerur ótrúlegustu hluti í TikTok-myndböndum. Mikið horrormyndir sko í tilefni af Halloween. Skorið hausinn af ykkur. Þeir eru að gantast, er það ekki? Þetta er bara eitthvað svona... Þetta er lélegt grín. Eitthvað svona bjánaskapur. Þeir finnst þeim rosa cool eða eitthvað, ég veit ekki hvað þeir eru að gera. En þeir eru á okkur svona trillitækjum, þetta er eitthvað svona, þú veist, þetta er eitthvað svona úlingalenska, aðrir virðist eitthvað svona efnishyggju. Þetta var frétt númer 2 hjá Stöð 2 í kvöld. Mér finnst það bara til háborinn að skammast. Sem heitir Sýn fyrir gefið, ég rann að segja Stöð 2. En hérna, já, talandum hennar frétta vilja, sko. Hann er augljóslega mjög mikill á að fiska í þessu, ég vil segja, gruggu á vatni. Herðu, hérna er frétt úr Morgunblaðinu í morgun. Það er drungi yfir stjórnendur fyrirtækja. Þetta er byggt á könnun sem Samtökuð Iðnaðarins hafa gert. Já. Svona hvort að eigendur fyrirtæki ætla að reka fólk eða ráða og hvort þeir sjáu fram á bjarta tíð eða... Einmitt. Það munar tugum prósenta á væntingum núna á frekar skömmum tíma og nú er vaxta ákvörðunardagur á morgun hjá Seðlabankanum og það er alls konar fólk að kalla eftir vaxtalækkun núna sem hefur látið þá sér litlu varða. En svo koma bankarnir og segja nei, verðbólgan er þá uppi og þá er spurningi hvað gerir Seðlabankinn ef það er verðbólga en samdráttur sem er versta eitur sem hættir að fá. Einmitt. En í ljósi þessara fregna meðal annars og aukins atvinnuleysis og svona þessarar kulnunar í hagkerfinu þá kannski finnst man ekki alveg loku fyrir það skotið að hérna... Má ég spá? Ég spá óbreyttu, mestalagi 0,25%. Já, mér hefur dottið það í hug. Sem er eiginlega skiptir engu máli, sko. Sem er þá bara eitthvað svona, ég veit ekki, að segja kannski afsakið eftir að hafa gert eitthvað skammast af sér. En aðtöða, sko, ef þið myndir lækka 0,25% þá eru fyrst og fremst að tala við atvinnulífið. Ég ætla aldrei að tala við, sko, skuldugu, eignalausu, hérna, einmitt, sem dingla í snörunni, hluta almennings í landinu. Herðu, en svo er það við lifum náttúrulega í heimi þar sem að, alþjóðlega efnahagskerfi skiptir máli og það var, búið, frá Wall Street Journal, þetta er verið að nokkra dag í röð þá hefur kaupöllin í Bandaríkjunum lækkað og það hefur verið að tala um að eins og er búið að vera, við nefndum þetta í nokkrum sinnum að hvort að þessi gervigreindarbóla var að springa, það er gríðarlegt ofmat á fyrirtæki sem hafa verið að fjárfesta því. Ég tók Nasdaq sem er milli Standard & Poor og Dow Jones og svo er Nasdaq í miðunni, en ég tók það svona 12 mánuði aftur bak í tíman. Það er næsta graf. Og þá sjáum við að það er 6% lækkun á síðustu 4 dögum. En það er náttúrulega bara ekki neitt með við 24% lækkun 12 mánuðina þar á undan. Þið sjáum lægðina sem kemur niður og þetta er óttinn við áhrifin af tollum Trump, þannig þá sunkaði niður vísitölunar en þær hafa ég ætla ekki að vaxið 30-35% síðan þá þannig að þessi lækkun núna er sáralítil í samhenginu. Herðu, aðalmálið í Bandaríkjunum eru Epstein-skjölin sem er verið að kjósa held ég bara núna eða mjög fljótlega hvort eigi að sleppa lausum. Það var einn að segja af sér þarna hann Summers, Larry Summers var að segja af sér en samt hann er háskólakennari hann ætlar að halda áfram að kenna hann sagði bara af sér svona hinn og þessu en gaf samt yfirlýsingunni ætla að draga sig úr opinberu lífi. Hann er tengdur þessum skjölum og hann er einn af þessum demókrötum sem að Trump er búin að krefjast þess að verði gera rannsóknir á tengslunum hans við Epstein.
og LA Times var með vangaveltur það hvernig hvort að Trump geti sko eyðilagt Epstein-skjölunum með einhverjum hætti og meðal annars að það geti tengst þessum opinberu málsóknum að ef það eru opinbera rannsóknir í gangi að þá séu óheimilt að birta gögnin að því að þau séu þá til rannsóknar með einhverjum slíkum hætti. Það líka þarna einhverja vangaveltur hann hafi verið búinn að láta sko eyða sér út úr skjölunum og einhverjum fleira. Þannig að þetta byrjar að hljóma rosalega líkt og eitthvað svona Watergate sko. Já, Washington Post var að fjalla þetta, var að tala það hvernig að Trump hefur mist maka bakgrunnin. Hann taldi sig geta farið áfram með þetta og þagga niður í Tucker Carlson og fleirum sem voru að krefjast þess að þetta yrði afhjúpað. Og verið svolítið harður í því og þeir sem hafa verið harðastir í að ganga á hann hefur verið að reyna að grafa undan þeim en hann tapaði eiginlega helgina þegar nokkri repúblikanar skutluðu sér yfir og ætluðu að kjósa með demokratum og þá var hann ljóst og þá fór hann að hvetja alla repúblikana til þess að kjósa líka. Þannig að þetta búið að vera svona og tengist öðru. Ég með aðra frétt úr Catholic News sem er kannski ekki. Þetta maður sem satt í Heritage Foundation einn svona stæðstu think-tankum í Bandaríkjunum, mjög íhaldsöm og þar var hann Kevin Roberts sem stýrir honum að við komið með svona sent frá þessu vídeo þar sem hann var að verja Tucker Carlson fyrir að hafa tekið viðtal við Nick Fuentes sem nú bara nasisti sko. Og þá var þessi að segja af sér. Ég bara tek þetta með að því að það rosalega degla í svona pólitíska baklandi Trump og allt óvíst hvernig það fer. Ég held að það sé til dæmis atkvæðagreiðsla núna og bara næstu dagar að þá mun standa á marga svona hvaða afstöðu ætla ég að taka, hvoru megin ætla ég að vera, hvar mun þessi alda brotna. Ég ætla ekki að vera, láta hana brotna á mér sko, þannig ég ætla að vera með sigurliðinu. Þannig að ég held að við höfum að fara að reyna að læra svolítið inn á baklandi í maka og segja svolítið fréttir af þessu næstu dögum. Það einu frétt sem svolítið tengd þessu, hún allar frá Singapúr en hún var í yfirvöldum alla fjölmiðla. Það var gerð könnun á því, bílakaupendur voru spurður að því, læturðu pólitíkur á því hvort þú kaupir bíl og ef það svo ekki hvaða bíla forðastu. Og það 41% kaupir ekki Tesla og þetta fyrst og fremst fólki í Bandaríkjunum og Evrópu. 54% bandaríkjamanna ætlar ekki að kaupa Tesla. Og ég held þetta hljóta að vera, ef þú ert að vinna á bandaríkjamarkaði og hefur ekki aðgang að 54% af markanum, ég held þetta, ég kannast ekki við neitt svona fyrirbrigði sko, í business, þar sem að eitthvað svona hamagangur í eigandunum veldur því að bara helmingurinn af mögulegum kunnum treystið sig til að kaupa það. Næst kemur á heimsvísu, vil ekki kaupa bíla frá Kína sem 12%. Stórmerkilega. Herðu, Moggin búin að vera með miklar fréttir af skýrslu sem var átt að taka embættismannakerfið, kjölfesta í hringuðu lýðræðis, íslenska embættismannakerfið í alþjóðlegum samanburði. Já, ég kallaði 2 menn að rauðaborðinu, þeir fá hér að tala á eftir og spurði þá, annar þeirra Ólafur Þ. Harðarsson, prófessor emeritus stjórnmálafræðingur. Og ég byrjaði á að bera þessa frétt undir hann sem þarna forsíðu Moggans það að kostnaður við gerð þessari skýrslu hafi farið svona rosalegu böndunum, hann hafi bara 5-faldast frá áætlari gerð og ef hann hefði átt að vera 50 milljónir og hefði verið 250 milljónir þá væri það náttúrulega kannski eitthvað sem hann myndi taka í en þarna erum við að tala um einhvern heildarkostnað upp á 20 milljónir rúmar. Og hann kallar þetta bara svona meðvitaðan, þetta náttúrulega stormur í vatnsglasi í stóra samhenginu, hvort einhver sérfræðingur sem hann segir að hafi unnið þessa skýrslu mjög vel, hafi bætt við sér tímum til þess að vinna betur. En hann vil meina að þetta sé bara svona meðvituð aðför eða meðvituð tilraun til þess að ræða aldrei kjarnamáls, ræða aldrei aðalatriðin, fara alltaf í aukaatriðin, gera eitthvað tortryggilegt og Ég tók eitt graf á Mogganum, Moggin búin að taka þessar 22 milljónir þínar og brjóta niður í margar súlur og þannig þetta lítur út eins og Þetta ótrúlegt sko, þetta ótrúlega vinna sem sett í mjög litla peninga. Ef allar súlundar saman eru sko 22 milljónir þá þarna
til dæmis kaflinn Svíþjóð hlýtur að vera rosalega lítið eitthvað. Það er ekki bara 400 skall. Svo eru þeir að gera tortryggilegt, sko, þeir eru í rauninni að saka skýrsluhöfund undir rós ef ekki bara alveg 100% spillingu, sko. Það er eitthvað verið að tala kerfin í Nýja-Sjálandi og það er einhvern veginn segir í textanum að það hafa nú viljað þannig til að skýrsluhöfundur að sá sem er svona mest ábyrgur fyrir þessu, hún hafa nú verið í Nýja-Sjálandi og þetta er önnur blaðamennska heldur en maður sá, sko. Mér finnst mokkinu undanfarið að vera hann versnar hratt. En hann er að verða svolítið eins og DVF var á tímabili. Já. En DVF var ekki með svona pólitíska agentu, Já, var ekki eitthvað þannig tímabil. Ég er kannski örugglega sama eitthvað. Gímaldið, það er Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson, hann er svona, birtir oft ágætis svona gröf, hann er mikill áhugamaður birtingar og gröfum. Já. Og þetta var í Gímaldinu og þetta er, því við stundum að tala frjósemi kvenna og Snorri Málsson náttúrulega mest allra, að við erum að gera eitthvað í því og hann er að tala að sé verið að skipta út þjóðinni og kenningin á bak við að skipta út þjóðinni er að hinga komið mikið af fólki og það að fólk eignist miklu fleiri börn heldur við og smátt verður þau komin í minnihluta. En meðan við þessa tölur að þá er sko fæðingatíðnin 1,56 yfir heildina, en hjá innfæddum er það 1,78 og 1,12 hjá innflytjendum. Þetta er náttúrulega, það hefur líka komið fram í þessu rannsóknum að hinnir fátækari sem oft eru innflytjendur eignast síður börn, við höfum talað um það hér og var mjög skemmtilegt borð sem ég var með þessi mál, voru 4 sérfræðingar og þá komið hann fram að þau töldu að þess að húsnæðismarkaður var helsta ástæðan fyrir færri passfæðingum og það er klárlega stéttamunur af því að þeir nú betur settu eignast frekar börn. En þarna kemur náttúrulega inn að það er annað element í því sem eru innflytjendur og innfæddir. Þannig að við þyrftum að fá þetta skipt í fernt. Innfæddir fátækari og innfæddir ríkari og öfugt. Til að sjá hvort þetta sé stéttamál eða innflytjendamál. Inn í þetta viljið þið vita hvaða land á heimsmet í því að eignast börn í háskólanámi? Það er Ísland. Og það eru ekki innflytjendur sem eru að koma hingað, sem eru þar. Því miður þá gefast það sem að dómsmálaráðherra vill ekki að koma í nám. En ég meina þetta æpir á okkur að það er ekkert hrun hér í barneignum innfæddra. Nei, þetta er orðræðan og þetta er einhver svona stemning sem að hefur verið tekin upp af miðflokksmönnum og einhvern veginn smitað út frá sér í smellubeitu fjölmiðlana og þetta er bara svona hálf slaft og því miður þá þetta hefur þetta svona aldeilis farið að smitast líka inn á þingið, þar er verið að taka fyrir þessar tillögur ný lög, útlendingalög og við Arndís Anna lögmaður ætlum að ræða það hérna í rauðborðinu eftir smá stund. Fyrir einhver síðan ræddi ég við Ragnar Baldursson sem er Kína-sérfræðingur. Hann var að tala um það að Kínverjarnir væri núna að þróa stuðningskerfi fyrir foreldra og líka einstæða foreldra sem hefði ekki verið til áður í Kína vegna þess að það er svo ríkt að ættin sér svona mál svipaður í okkur. En núna út af innbarnastefninu okkar fleira þá eru ættirnar orðnar veikar og get ekki verið stuðningu fyrir foreldrana. Ef það er þannig að innflytjendur sem eru á lægri launum og hafa ekki baklandið sem að innfæddir hafa í sömu stöðu, treysta sig ekki til þess að eignast börn, þá ættum við að kannski að hugsa svona eins og Kínverjarnir. Ef við erum með stóran hóp sem að telur sig ekki geta eignast börn vegna þess að þau eru bæði með oflága tekjur og lítið bakland, þá verðum við að búa til eitthvað kerfi til þess að styðja þetta fólk. Þannig við ættum fyrir að ræða það heldur en hvort að eitthvað sé að fara að yfirtaka þjóðina. Talandi innflytjendur í samfélaginu, er skemmtileg frétt frá El País í Spáni. Þar er vandamálið það að innflytjendur vil ekki flytja út í dreifðari byggðir og það er mikið vandamál. Þannig að það er mikið eldra fólki eins og þetta það sem að yngra fólki fer í bæinn, það sem er öflugur atvinnulíf og gamla fólki sem er eldast í dreifðari byggðum Spánar það er ykkur að sjá það. Hver sér gamalt fólk í nútíma samfélagi á Vesturlöndum? Það eru innflytjendur. Þannig að nú eru Spánverjarnir að reyna að finna ykkur að leið til þess að lokka innflytjenduna út í dreifðari byggðir. Já, má ég skjóta inn í að ungu fólki á Akureyri hefur stór fækkað núna á nokkur árabili á sama tíma á öldruðum snarfjölgar. Á Akureyri? Á Akureyri. Við þurfum ekki að fara lengra.
Það alvarlegt. Herðu, það var kosið til forseta, eða það var fyrri umferð til forseta í Chile. Þar fekk Jeanette Jara sem hefur verið kommunisti, flest atkvæði. En José Antonio Cast sem maðurinn sem á myndinni, hann svona istil hægri, hann svona kannski Bolsonaro-týpa, svona næstu því. Hann fekk næst flest atkvæði, það verið kosið á milli þeirra. Ástæðan fyrir því að þetta held ég svo Financial Times þegar setja hann á forsíðuna vegna þess að þeir sem ekki kusu þau tvö, kusu frekar hægri fólk. Núverandi forseti Gabriel Boric, hann til dæmis fekk álíka mörg atkvæði og Jara fekk núna. En vann þennan sama kall, þennan sama kast síðast. En það eru menn bara að meta það að það sem að menn kusu til hægri, þá munu þeir ekki kjósa vinstri manni núna. Ég ætla að spá að það þurfi ekki að fara svona. Vegna þess að hann mjög istil hægri og ég held að við getum hort til dæmis í franskra stjórnmála, það sem oft gerist að þeir sem svona miðhægri, að þeir kjósa jafnvel til vinstri til þess að losna við ysta hægrið. En ég veit svo sem ekkert chílisk stjórnmál. Herðu, Vísir óttast að þurfa að loka berginu. Við höfum svolítið fjallað það hér, eða ekki? Já, þetta Hvernig útskýra þetta? Akkur bergi fær ekki samning? Nei, en þetta ekki bara enn eitt dæmið það hversu illa við komum fram við börn á þessu landi? Það verður eitthvað sérstætt átaka stjórnvöldum að... Já, ég meina það hefur aldrei verið meiri þörf. Það talað vaxandi vanda ungmenna á hinum ýmsu sviðum. En samt sem áður þá er við, þarna á þessum stað, það eru fjöldin allir, ég man ekki hvað, ég held að séu 5.000 ungmenni sem hafa nýtt sér bergið með einhverjum hætti. Og gera, koma aftur, gera það oftar en einu sinni. Þetta alveg svona frábærlega, frábær og mikilvæg stofnun fyrir úlinga sem geta hreinlega bara labbað þarna inn og fengið aðstoð við kvíða og þunglyndi og leiðbenningar hvernig þau geti tekist á við það. Þau komast þarna í tæri við sálfræðinga og þess að greiða fyrir og virkilega þarft og gott verkefni sem hefur fengið verðlaun á erlendu kundu. En þrátt fyrir það. Það gera eitthvað annað við peningin. Já, það ekki verðlauna því. Herðu, það til gerðugreita fyrirtæki sem myndir Anthropic. Anthropic. Ég veit ekki okkur, ég get ekki sagt það. Anthropic. Ég er búin að spreyja mig svo mikið anti-kveðbakteríu að ég með hálf döð. Þú ert ekki heils. Nei, ekki alveg. Ég er búin að deyfa mér tunguna þannig ég get tala um það. Rithöfundasambandið krafði þess að miðstöð menntunar og skóla myndu rifta samningu við þetta því þeir eru alltaf að stela bókum til þess að búa til sína gervigreind. En Þórdís Jóna, hún segir bara nei, hún ætla ekki að gera það. Nei, en ráðherrann hefur hann einhver svarað? Nei, hann hefur ekkert gefið upp þetta. Nei, er þetta ekki menningarráðherrann? Já, þetta var Er það barnamála? Málaráðherra sem að veikti... Logi þetta í íslenska tungu þegar hann var eitthvað spurður, hefur áhyggjur á íslensku? Nei, ég hef engar áhyggjur við þetta. Svona þetta reddastemming, svo sáum við Kastljós í gær, þannig að við vorum kannski í vinnunni. Þá var viðtalið við innflytjendur sem voru að tala um íslenskuna, sem tók þetta bara mjög alvarlega. Mér fannst ráðherrann okkur ekki góður. Ég held að sé tíminn að vera með svona kærleyslega afstöðu að íslenska reddist, ég held að hann sé liðinn. Hún til í bókum, þetta alltaf. Það úlingadrykkja yngsta 9. Já, við höfum svolítið verið að fjalla um þetta á samstöðinni núna síðustu mánuði að þetta frétt könnun sem við skúpuðum á samstöðinni. Það verið að spyrja starfsfólki í æskulýðsmiðstöðum, frístundaheimilum og samkvæmt þeim þá unglingadrykkja að snaraukast og það svona 2 ár síðan og fór að aukast. Þetta eru 13 til 17 ára. Og það ekki skrítið vegna þess að brennivíni og áfengum drykkjum haldið að samfélaginu sem aldrei fyrr eins og við kannski. Og meðal annars af íþróttafélögum. Stöð 2 var með merkileg frétt sem voru með var verið að selja áfengi og þetta svo kom viðtal við Ellert Skeving sem framkvæmdastjóri IBVF. Kemur fram í fréttina þeir eru að selja áfengi og pantaði komið heim til þín og ég veit ekki hvað. Það var þannig. Og hann svarar mér finnst bara ég fagnaði að fólk sé til að taka umræðuna og þessi svarar. Þeir eru búin að pakka öllu forvarnastarfi inn í einhverja business-hugmynd að það skiptir svo miklu máli að fá peninga, selja áfengi sem tekjulegn að forvarnarhlutin bara farin úr íþróttastarfinu.
Já. En hann fagnaði að það væri tekin umræðan. Þetta var svona algjört svar, það ekki tekið þessu. Mér verður ekki gera ykkur skammir af sér og svo fagnaði því að sé tekin umræðan. Herðu, Viðskiptablaðið, við skulum enda þar bara. Það er smá frétt, þetta er eiginlega haffiskfrétt. Það Orri Björnsson sem hefur byggt upp þetta fyrirtæki Algalíf og fengið mikið bravúr fyrir að hann ætlar að hætta. Og hann ætlar að fara í borgarpólitíkina, hann ætlar að verða næsti bæjarstjóri í Hafnarfirði fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Það náttúrulega oddviti komin inn á þing og hann tekur við sem oddviti og verður forseti bæjarstjórnar Nei, bæjaráðs, held ég. Ef að gefa honum einhvern fyrir kjörþokka? Ég held að þú þurfur að leita svolítið lengi til þess að finna einhvern sem að tala illa Orra Björnsson. Hann einn af þessum mönnum sem býður á sig mjög svona almennan góðan þokka. Ég held að þú myndir finna marga sem að tala vel um hann. Já, þannig að feitur biti. Ég held að. Ekki hundskjart. Nei. Þetta voru fréttir dagsins, María og Björn, kæra þakkir og Pétur fyrir að taka upp og senda út og þið sem hafi verið að hlusta. Framöndan er Rauðaborðið, bend ykkur á sem eru að horfa á Facebook eða á YouTube að þið verið að finna nýtt streymi en ef þú ert að horfa á í sjónvarpinu eða hlusta í útvarpinu þá þetta engar ágjur að hafa, Rauðaborðið er rétt handa við hornið. Og svo fór ég daginn upp að garði með smávegis og hafði með mér fiðlunina. Skaut 2 rjúpur á leiðinni og var í garði nóttina og sló fiðlu kvöldið. Presturinn spilaði fyrir mig á flautu. Frá ómi til hljóms, ný heimildamynd eftir Ásdísi Thoroddsen, sýnd í Bíó Paradís.